Komið sæl og velkomin á þennan fyrsta fyrirlestur hjá FÍSOS og hún Sigrún Ásta Jónsdóttir, forstöðumaður Byggðasafns Reykjanesbæjar, ætlar að kynna hérna fyrir okkur nokkra þætti úr Emma-verkefninu sínu. Svo bara gefa henni gott klapp. Takk fyrir þetta og góðan daginn. Gaman að vera fyrstur í röðunni hjá FÍSOS. Mínu gamla félagi sem ég var einu sinni í stjórn og gaman að sjá hvað það hefur allt þróast á góðan veg hjá okkur finnst mér. Ég ætla semst aðeins að kynna svona nokkra punkta eins og Elísabet sagði og Emma-verkefninu sem ég lauk 2013 og titillinn var semst umskipti, staða, hlutverk og samfélagið byggðasöfn. Og á lengra haldið þá langar mig aðeins að kynna svona minn bakgrunn. Ég er með BA-próf í sagnfræði og heimspeki og byrjaði að vinna hérna á Þjóðminjasafninu 1992 og það fyrir semst bráðum að vera 25 ára starfsafmæli í safnagerðunum. Heyriði allir í mér, það ekki? Já. Það sem síðan hérna viðbótarnám sem ég tók semst með vinnu, það sem ég núna í Reykjanesbæ. Og þegar ég semst hófst árið 1992 þá var gamli tíminn ennþá svolítið við lýði. Og maður kynntist svolítið þessum frumkvöðlum og þessum forvígismönnum byggðasafnanna sem hófu rekstur sinn eða starfsemi sína mikið til eftir upp miðri síðustu öld. Og fyrirbæri sem að kallast byggðasafnssýningar og allir vita hvað það er. En ég held að sé ekkert margar eftir, en það eru nokkrar kannski. Og það sem virðist einkenna þær er að allt safnið sé til sýnis, að minnsta kosti það sem skiptir máli. Og það er spurningin það sem ekki sýnt, er það vegna það er ómerkilegt eða ekki þess virði. Og við höfum þurft að takast á við þennan draug á söfnunum alla til síðan vegna þess að okkur finnst auðvitað að hlutin er ekkert meira virði þó við séum að sýna þá. En þetta hefur svona gengið oft erfiðlega að útskýra það. Sýningatæknin sem að notu var eiginlega safnarinn var að sýna safnið sitt. Þessi frumkvöðlar voru oftar en ekki safnarar miklir og kannski það kom þessi kraftur, þessi þörf eftir að halda til haga sem að sé síðan inn á söfnunum. Textinn var tilviljunarkenndur, stundum mjög mikill og stundum lítill og ekki alltaf þannig að maður átti að sig á því hvað var við að tala. Og það sem mér fannst líka og alltaf að hugsa meira og meira er að sagan sem að verið að sýna eða var sýnd með þessum hætti var einhvern veginn þekktur veruleiki. Við vissum alveg hvað allt fjallaði. Og hvaða starfsmaður er þetta sem að vinnur á byggðasöfnum við þessum byggðasafnssýningum? Og þetta er nú myndin sem að mætti manni svolítið og er kannski ennþá við lýði. Það vantar flókaskóna hérna, ég viðurkenni það. Og þetta er sem sagt, þetta er svona síðustu metrarnir á þessum slóðum byggðasafnanna sem ég er að mæta til starfs. Fyrst var ég hér og síðan fór ég að starfa á byggðasafnum. Og síðustu aldamót þá verða þessi umskipti sem ég er að tala sem að gera verkum að við þurfum að hugsa svolítið hvað við erum með í höndunum. En mér langar svolítið að, ég veit ekki hvort ég geti lesið, þetta er svo mikið texti sko. Mér langar svolítið að vitna í þennan mann sem er einn af forvígismönnum Byggðasafns Reykjanesbæjar, sem þá var náttúrulega ekki Reykjanesbær heldur Keflavíkur, Helgi S. Jónsson. Og hann er að skrifa þetta 1942 á þeim tíma sem að náttúrulega var allt samfélagið, allt Ísland og öll veröldin undir lögð. Og þannig er hann með svona ákveðna herhvöt til bæjarbúa að fara nú að huga að því að varðveita söguna. Hann var líka inn í ungmennafélaginu og það stofnaði semst Byggðasafn Keflavíkur 1944. Og hann er að leggja hérna áherslu á nokkra þætti að það sé verðmæti að halda sögun til haga, þróunni, sína virðingu og varðveita þessi tengsl. Þegar maður sumir þetta svolítið upp, það er að varðveita tengslin við liðna tíð. Þar eru verðmæti. Og varðveita heimildirnar þróunina í átt til betra lífs
og þessi undirokaða þjóð sem var sem sagt að berjast og til betra starf, betra lífs og finna sinn rétta sess, eins og hann sagði, í veröldinni. Ástina til að átta hana og minnast með virðingu og þakklæti eldri kynslóða sem hafa fórnað. Og ég held að þessi texti hans Helga gæti alveg hafa átt við flest byggðasöfn landsins á þessum tíma. Og þessi texti sé ekkert svona sem að fólk hefur fundist mjög einkennilegur eða sérkennilegur. Og þá kemur þessi spurning. Skiptir það máli fyrir okkur í dag að þetta maður sem yfirlýstur nasisti. Og ekki bara á millistríðsárum heldur senda hann frá sér, hann var semst blaðaviðtöl og því mörgur kannist nú örugglega við það mál í kringu 1980. Það sem hann sem sagt ennþá nasisti og stoltur af því, þrátt fyrir allt sem við vitum það. Þetta mikill kross að bera fyrir Byggðasafn Reykjanesbæjar því þetta einn af okkar forvígismönnum og hann sá sem að skrifar mjög mikið með safninu, eins og þið sáu það náðan, þetta var bara eitt brot af því sem hann hefur lagt frá sér. En mér finnst það að vera svolítið siðferðileg spurning fyrir okkur hvort að við getum byggt á svona hugmyndafræði á þess að spyrja okkur að því hvort það skipti einhverju máli hans pólitísku skoðanir. Litar þær eitthvað eða hvað erum við að tala um? Og að því að hann kom fram í þessu viðtal 1980 þá getur maður eiginlega ekki horft í gegnum fingur eða það er ekki hægt. Og einhvern veginn þá finnst mér þetta hvílir svolítið á manni. Við settum upp sýningu Helga S. Því hann var mikill félagsmálafrömmur og listamaður og var bara þátttakandi í öllu. Og einn af starfsmönnum mínu sem var sumarstarfsmaður að hún ætlaði næstu að ganga út úr safninu þegar hún sá hvað við erum að tala um. Því að sumir eiga ekki alveg kannski íslenska foreldrar í alla ættir og finna sig einhvern veginn ógnað. En þetta var svolítið þetta sem við erum með í farteskinu þegar við erum að taka við þessum byggðasöfnum. Upp úr aldamótum þá þessi krafa alltaf að koma fram stefnumótun. Og ég tel að það sé svona partur af því sem að nýju safnalögin sem tóku gildi 2001 og þá verður til þetta safnaráð og það verður þessi almenna umræða í safnageiranum. Við þurfum einhvern veginn að finna okkur einhvern veginn sess og við þurfum einhvern veginn að skilgreina hvað við erum. Við erum ekki sem sagt þarna að taka í nefið á flókaskólanum, við erum að gera eitthvað annað og brjótast út úr þeirri herkví eiginlega sem maður kannski upplýði sig í. Og ég reyndi í þeirri vinnu, semst, í því andrúmslofti þá reyndi ég að skilgreina byggðasafnið og það orð sem kom svona mest úr borði hjá mér var að við værum þjónustustofnun. Við erum ekki einhver höll utan einhvern sérvitring sem hefur bara gaman að þessu. Heldur erum við að sinna einhverju verkefni eins og aðrar opinberar stofnanir. Og ég notaði svolítið þessa líkingu, við værum svona eins og við varum að bjóða til veislu og það væri hérna hlaðborð og gestirnir gætu nýtt sér eftir smekk og þörfum. Og svo fór ég aðeins í þetta nám sem ég var í, þarna verkefnastjórninni, þá var beðið leiðarljós og gildismat, við erum að læra svolítið að búa til svona stefnumörkun og þá þurftum að fara kannski aðeins dýpra og þá fer maður að hugsa, já þetta eitthvað í sambandi lýðræði, við erum að efla og hlúa því, umburðarlynd og virðing, en ég held að það sé ekki á sama stað sem við erum að tala um virðingu hér eins og Helgi S. var að tala um virðingu. Við erum virðing sem byggir eiginlega á umburðarlyndinni, frekar en á einhverju ákveðnu skoðun hvað rétt og rangt. Þróunna og þá sem að fórnuðu sér fyrir þjóðfélagið í upphafi 21. aldar þá gætu við alveg verið að segja sögu einhvers róna í göturæsinu skilja. Þetta held ég myndi ekki hafa hentað annars staðar á öðrum tíma. Þannig það hefur ýmislegt breyst. En það sem að kannski kom alltaf upp í umræðinni og sveif alltaf yfir, það þetta síðasta samfélagslegt hlutverk safna. Að það einhvern veginn fór að spila alltaf stærra og stærra hlut til þess að reyna að skilja
þetta og ég tel að það vegna þess að byggðasafn, eða sem sagt söfn, og ég náttúrulega fyrst að tala um byggðasafn, hefur samfélagslega hlutverki að gegna. Þess vegna erum við að setja allir þessu lög, þess vegna eru þessu alþjóðlegu sáttmálar, þess vegna eru siðareglur ICOM sem við eigum að lúta samkvæmt nýju útgáfun af safnalögunum, þeir sem vilja vera viðurkennt safn. Og þess vegna eru söfn ætíð og ávallt skilgreinda sem non-profit starfsemi. Það hvílir á þessu hlutverki, þessu atriði. En hvernig orðum við það? Hvernig segjum við hvað þetta er? Og þarna eru komið svona nokkur atriði inn í umræðinu. Við tölum þessa þjónustu, við tölum lýðræði, við tölum að söfn séu fræðslustofnanir, við tölum að efla menninguna og byggðasöfnunum það tölum eflingu staðvitundar. En mér finnst þetta ekki vera kannski endilega eitthvað sem maður getur sett fram sem leiðarljós. Það vantar svolítið þessa grunnsetningu eiginlega finnst mér, þegar maður skilji og átti sig á. Þegar við komum á þessum stað í umræðinni, hvenær erum við að tala um söfn og hvenær erum við að tala um eitthvað sem ekki safn, þá tel ég að það sé þetta samfélagslega hlutverk meðal annars, og ég held að það sé reyndar stór partur af því sem við allavega skynjum sem aðgreiningatól. Þess vegna þetta ekki safn, því það einhvern veginn ekki þar. Og getum við notað þetta í því verkefni að greina milli safna og setra. Og það var það sem gerist mjög mikið eftir aldamótin síðust, að það koma þessi nýja aðferð við að gera það sem við höfum verið að gera, og gott betur en það líklegast, sem að setur svolítið svona rof í kannski okkar þróun, því að manni fannst einhvern veginn eins og hlutinni bara héldu áfram, við erum bara smátt og smátt betur og faglegri, en það koma upp alls kyns spurningar sem að kannski hefði ekki gert ef að engum hefði dottið í hug að stofna setur. Þannig að þetta mikil áskorun fyrir okkur að reyna að skilja hvað það sem við erum í höndunum. Og ég held að viðurkenningarferli safnaða sem hófst með nýjum lögum, og við vorum mörg hver í því síðastlega haust, og meðal annars byggðasafn Reykjanesbæjar sem fékk þessa viðurkenningu, það felur í sér einhverja aðgreiningu. Og viðurkenningin semst veitt ótímabundið, en safnarað hefur eins og það heimilt þess að taka hana af safninu. Og það gríðarlega sterk aðgerð ef einhvern tímann er gert, og það þarf að byggja á mjög sterkum rökum, og ég held að þetta samfélagslega hlutverk hljóta að vera inn í þeirri rökfærslu. Og þá komum við til dæmis að því hvernig söfn skilgreina sig í til dæmis samvinnu, sameiningum og útvistum þjónustuþátta. Getum við farið inn á slóðir sem eru farin að skaða þetta samfélagslega hlutverk, getum við tekið slíkar ákvarðanir. Og í ritgerðinni minni þá er ég að reyna einhvern veginn að sjá þetta og reyna að orða þetta samfélagslega hlutverk, en ég var að segja eins og að það einhvern veginn fór svolítið út í veður og vind, og leiðbeinandi minn, hann Sigurjón, hann sagði hvernig væri að skoða þetta bara eins og þetta blasir við þér á gólfinu í safninu þar sem þú ert, og skoða raunveruleg dæmi. Og þetta semst eitt raunverulegt dæmi sem að við fórum í gegnum að byggðasafni Reykjanesbæjar 2009. Þegar þetta tilboð kemur fram þá erum við á mjög viðkvæmum stað í okkar húsnæðismálum. Þannig við erum í rauninni algjör ófremdar ástandi og orðum á þannig. Við vorum boðaðir á óformlegan fund í þeim skilningi að það kom engin gögn á undan, eða fundur var ekki með dagskrá og það var ekki fundaritun. En á þessum fundi þá var okkur kynnt þetta frá einkafyrirtæki, svo hugmynd að við myndum einfaldlega útvista til þeirra allir varðveislu byggðasafns. Og það eiginlega þarna bara allur lagurinn, öll geymslan, og það eiginlega þarna sem spurningi vaknar, erum við þá ennþá með safn í höndunum, eða erum við með eitthvað annað? Hversu langt getum við gengið? Og vegna þess að, og ástæðan fyrir ég að leggja áherslu á þessi óformlegu fundur að það var einhvern veginn svona í minningunni minni allavega þannig að þegar að þau hefðu lokið
orðum sínu þá svona komið svo mikrofónn á mér og segja hvað finnst þér, Sigrún? Og ég svaraði bara já, þetta gengur ekki. Vegna þess að framtíðarsýn Byggðasafns er að vera opin stofnun en ekki lokuð. Og þegar ég sagði þetta þá vissi ég alveg nákvæmlega af hverju ég sagði þetta og ég skipti aldrei skoðun og það var mjög mikið talað eftir þetta. Reykjanesbær síðan ákveður að fara ekki þessa leið, þannig að þetta varði raunin ekki, en þetta var óbúslega verðmætt tímabil fannst mér fyrir okkur að skoða þetta, því þetta var raunveruleiki sem hefði alveg getið orðið. Og hvað meina ég svo þegar ég fer að skoða þetta í sambandi við ritgerðina mína? Þá er þetta bara spurning, er ég ekki bara hreinlega í mótsökum sjálfum ef við hugsum veisluþjónustuna þarna og við hugsum fræðsluhlutverkið og því það er bara staðreynd í litlum söfnum, allavega þeim sem ég hef stýrt, að stærsti hluti eða mesti hluti vinnutímans fer í varðveislu. Við erum bara alltaf eitthvað inn í geymslunum. Það er bara þannig. Og er það ekki, það er lokaðasti hluti, starfseminafólk veit ekkert af okkur, veit alltaf hvað við erum, hvað við erum að gera. Á meðan erum við ekki að sinna fræðslu og rannsóknum og alls konar hlutum. Og þetta er svolítið erfitt að horfast í augu þetta, en mér fannst þetta samt mikilvægt, en ég gat ekki fundið neitt flöt út af þessu fyrir ég las hérna skýrslu sem að þessar konur skrifuðu, bara rétt áður en að ég átti að skila ritgerðina nánast. Og sérstaklega þetta hérna sem það tala um. Það er vitnað í umræðu erlendis. Það sem það er benda á að orðfæri viðskiptafræðina hefur flæðir yfir menningargeirann gagnslaust. Þetta fannst mér algjört lykilatriði fyrir mig að skilja. Að við erum kannski ekki að nota rétt orðin þegar við erum að lýsa því sem við erum að gera. Við erum kannski ekki endilega að segja, og það er kannski eitthvað vandamál að nota orðið þjónustustofnun sem er svona vísar í heim sem að byggja svolítið á öðrum grunni heldur en við. Og ef við byrjum bara að skilgreina Byggðasafn, það er náttúrulega menningarstofnun, það er held ég ekki umdeililegt. En mér fannst ég þurfa aðeins að fara dýpra og ég held ég sé ekki að segja neitt sem er neinn byltingu, að segja það að við fáumst í þekkingu. Við erum inn á þekkingarsviði menningargeirans einhvern veginn. Við erum að afla þekkingar það starfsvið sem við sinnum, við erum að móta þekkingu og við erum að miðla henni. Og þetta ef ég útskýri þetta aðeins hvað ég meina með þessu, að það að taka á móti safni er í rauninni þekkingaröflun, sem að kemur kannski ekki óvart að segja, og alls konar upplýsingar sem við getum verið að safna í kringum hann. En það er líka einhver vinna sem fer að stað leið og segjum eins og maðurinn sem hringdi mig daginn og sagði hérna ég er með tjald sem er svona, myndir hafa áhuga því og þú veist, það tók mig eina sekúnd að segja, já, ég áhuga á þessu tjaldi. Þetta er bara þekkingi sem maður hefur á safninu. Maður veit hvað safni er, maður veit hvað ástæðan er, hvernig við hugsun þetta allt. Tjaldi kemur svo inn í safnið og þá þarf að skráða, það þarf að taka allt í sundur, það þarf að skoða, það þarf að skrifa einhver text inn í safnskrá, það þarf að setja það og máta það inn í safnið, finna því stað og máta það inn í sýningar líka. Við erum reyndar að vinna að sýningu núna sem að ég held reyndar að passa ekki inn í. Og þetta myndi ég kalla þekking á mótun, sem að er eiginlega svolítið meiri í puttunum. Maður er eiginlega maður lærir á safni með því að vinna með alla þessa hluti, með því að máta það, setja það í ólíkt samhengi, hugsa það út frá mörgum sjónarhornum. Og ég svona til þess að reyna að kalla eitthvað þessa þekkingu þá svona á íslenskaða orðið svona kúratóríal þekking sem er einhvern veginn sambland af þessari akademísku fræðum sem við náttúrulega byggjum á í bland við þessa djúpstæðu þekkingu á safnkostunum sjálfum og hvernig hann virkar í alls konar þáttum. Og við erum aldrei búin einhvern veginn að máta hlutin og skoða hann frá ýmsum sjónarhornum. Og smátt að verður þessi djúpstæða þekking og
ástæðan fyrir ég svona reyna kannski sé þetta vegna þess að ég hef prófað að vinna við safn sem svo ólíkt okkur, það að segja við Popminjasafnið, sem núna heitir Rokkasafn Íslands. Og það bara uppgötaði maður að maður hafði ekki þennan þekkingagrunn. Auðvitað hefur maður sakraðan eitthvað og maður þekkt tónlist og maður byggir alltaf á einhverju. Og maður finnur bara þegar maður prófar að fara inn í eitthvað annað. Og þetta það sem við erum að miðla til safngestsins, meðal annars, það andar á þessu öllu saman. Og sem sagt, safngripurinn þekkingabrot. Þetta svona kannski niðurstaðan því sem ég var að segja. Og nú ætlum ég aðeins að koma hérna með myndræna lýsingu. Þegar að byggðasafnið voru gagnrýnd hvað harðast, að þá voru gagnrýnd fyrir að sýna allt og mikið af öllu í svona röð með engum text og ekki nokkuð skapaðan hlut. Og það var nú oft talað að mínum að þetta mjög ókurteislegum hætti söfnin, ekki síst þessa einstaklinga sem voru forvígismenn þeirra og komu þessu öllu saman á stað. En það var hins vegar líka mínum að þetta réttmætt gagnrýni, þetta söfnin voru strönduð einhvers staðar. Þess vegna var það fyrir mig svo mikil upplifun að sjá þessa uppsetningu á safni. Og bara eiginlega, já, það alveg hægt að gera þetta svona, þetta eitthvað svo spennandi. Og ég var hérna safnkennari hér í 4 ára á gömlu sýningunum sem voru orðnar mjög þreyttar og úr sig gengnar og löngu orðið tímabært að skipta þeim út. En það var samt sem að þannig að þó að það væri rétt og maður hefði farið þarna oft mörgum sinnum á dag í gegnum margs konar hópa, það var alltaf eitthvað nýtt að sjá á þessum sýningum. Jafnvel hlut sem maður hafði séð margs sinnum aftur. Það eitthvað, þetta ekki alveg svona einfalt eins og maður kannski myndi segja. Og það kannski þarna sem mig langar að setja þessu umræðu inn á að safngripurinn frumheimild. Og það eðli frumheimild að vera heimildum sjálfan sig og vera aldrei útskýrð að fullu, aldrei skilgreind eða flokkuð algjörlega. Og þetta sem ég var að tala voru að máta hlutina í mismunandi inn í geimslofum, inn við sýningarna. Þetta líka svona til að toga þau svolítið út úr einhverju fyrirfram gefnum heimi sem kannski það sem að ég sé alltaf meira og meira í sambandi við þennan texta sem ég vitnaði hjá Helga S. Að sagan aldrei að fullu þekktu veruleiki. Það alltaf pláss. Það alltaf einhver hægt að sjá fleiri sjónarhorn. Og þetta sjáum við náttúrulega mjög vel sem erum að koma inn í söfnin eins og þegar ég kem. Og þar til dæmis 30 stykki saumavélar. En ekki einn einasta flík sem var saumuð af þessum saumavélum. Og þið sjáum alveg hvar raddir kvenna í þessu safni. Og svo að því að maður nú svo hrókafull að halda að maður viti allt betur en allir yfir. Svo ég eins og spura því hérna safnið rusli. Rusli, já, veitu, í póka þið, veitu, sem að feimja út í tunnuna sína. Við gerum það náttúrulega ekki, hérna virðilegt safn. Svo fór ég að hugsa þegar ég kom heim og ég sagði, já, þjóðminjasafnið alveg hellinga rusli. Með forverslu og hönskum og ég veit ekki hverju. Það bara, það sem fornleifafræðingarnir grafa upp úr öskuhaugum, 1000 árum eldra, það eitthvað merkilegra heldur en okkar nútíma rusl. Þetta var námskeið sem ég var á og það var námskeið ruslamenningu og það var ung stelpa sem hafði það lífsstílsval að fara í ruslagáma til að ná sér í mat. Bara venjuleg, óskum venjuleg stelpa. Og allt í einu fyrir bara að sjá, já, byrju, það kannski einhver nýr þáttur að koma inn. Kannski var nýr þáttur að koma inn á seinni hluta 20. aldar sem varða það að það koma fleiri raddir annarra hópa heldur en þessar hetjana fornu sem að Helgi var að tala um. Það líka konur og ýmsir aðrir jaðarhópar. Á 21. aldar þá erum við kannski að tala um umhverfið. Kannski það risastóra verkefni sem þannig við förum að skoða safnið aftur út frá umhverfissjónarmiðum. Þetta alveg nýtt fyrir okkur og maður voða gamaldags safna ekki rusli, sko.
En mér fannst það svolítið gott á maður, sko. Og þá er þetta með þjónustuna. Auðvitað erum við ekki að segja að ég ekki að veita þjónustu, þó við segjum ekki að við séum ekki þjónustustofnun. En það er eitthvað í sambandi við það að þegar maður fer þessa leið eins og ég gerði allavega, þá endar maður einhvern veginn í þessu neyslusambandi. Maður er einhvern veginn hér að bjóða alltaf hreint og fólk að þiggja. En ef við skoðum hvað safngesturinn er að koma, og ég var að tala við Elisabeth henni, safngestakannanir, og ég gerir bara ráð fyrir því að þegar að safngestur kemur á sýningar Byggðasafnsins, þá séð fólk yfirleitt að leita sér þekkingar, afla sér þekkingar, fræðast. Það sé allavega einhvers staðar inn í þeirri mynd af hverju fólk yfir höfuð fer inn í þessa stofnun. Og í rauninni er þetta svolítið sambærilegt módel við okkur. Með því að skoða safnið þá er hann að móta þekkinguna og hann getur líka verið að miðla henni. Við verðum oft fyrir því að söfnum að safngestir vilja segja okkur frá upplifun sinni eða sínum samferðamönnum í samhengi við sinni eigin bakgrunn. Þannig við getum alveg leikið okkur með svona kannski þennan hlut. Mér finnst við geta alveg spurt okkur hvernig eru samskiptin okkar á milli. Við þurfum ekki að gera strax ráð fyrir þetta sé einhver neyslusamband þó að það sé örugglega þannig að hluta. Við getum staðið hlið við hlið. Við erum í rauninni öll í þessari þekkingarleit og kannski er aðferðafræðin ekki alveg svo sama og bakgrunninn er mjög ólíkur. Við getum skilgreint safngestin sem samverkamenn, sem samstarfsaðila. Við getum allan að prófa að máta hvernig safni virkar ef við hugsum þetta svoleiðis. Og þá held ég sé bara að komast á niðurstöðunni, sko. Ég held að þekkingarþrá sé eitthvað sem við eigum að setja inn í, að við séum einhvern veginn svolítið að hugsa á söfnum. Og það er eitthvað í sambandi þetta, ef sagan er svona þekktu veruleiki, það er bara eitthvað sem þú afgreiðir henni, að þá verður þessi fjölbreytileiki ekki og það vantar, það verður að vera pláss fyrir fleiri og safnið hefur að mínum að svo mikla möguleika til að vera þar vegna þess að við erum með þessa gripi og þeir segja aldrei öllum það sama eins og texti sem getur stýrt miklu meira hvernig þú aflar þekkingar. Fólk kemur oft með alls konar hluti þegar það segir mann frá því hvernig það er upplifið sýningar þegar manni. Öðruvísi heldur en maður hefði sjálfur kannski séð. Og mér finnst að þessi síðasta setning að saga og menning eigi ávallt að vera sameign en aldrei séreign. Sé svona lykillinn að því að reyna að skilja hvað þetta hlutverk og hvað við eigum að gera í þessu. Maður gleymir því stundum að safn er ákveðin valdastofnun, þetta lærum við nú mikið í safnafræðinni. Við hefur svona valdhlutverk, fólk tekur mark á því sem við segjum og við stýrum kannski svolítið því hvernig fólk upplifir og það er mjög hættulegt að fara mjög langt með einhverja svona mjög ákveðna myndi. Það verður að vera svona svolítið opnun og tilfinning fyrir því að það eru margar skoðanir sem geta verið á því viðfangsefni sem við erum að sinna eða sína. Takk fyrir.